Iðnaðarráðherra segir mikilvægast að allir leggist á eitt við að takmarka skaðann sem af tillögu borgarstjórnar að sniðganga vörur frá Ísrael getur hlotist. Hér á landi hafi mikið verið gert til að fá kvikmyndaverkefni hingað til lands frá Bandaríkjunum. Miklir hagsmunir séu því í húfi þar sem gyðingar og Ísraelar séu áhrifamiklir í Hollywood og víða í stórum geirum í Bandaríkjunum. Við höfum orðið vör við gríðarlega sterk viðbrögð og við sjáum það í ferðaþjónustunni, hafa menn miklar áhyggjur af þessu. Það hafa þegar verið afbókanir og það hafa verið hótanir að menn muni draga viðskipti tilbaka og þetta á fjölmörgum sviðum sem að þessir hagsmunir eru. Ég nefni ferðaþjónustuna, kvikmyndaiðnaðurinn annar. Við höfum ekki fengið neinar beinar meldingar. Það sem alvarlegt í þessu það að við erum búin núna í undanfarin ár, ef við horfum á þanniðina til dæmis, þá höfum við verið með kerfi síðan 1999 þar sem við erum með endurgreiðslur til þess að draga erlend fyrirtæki hingað til þess að taka myndir. Það hefur gengið mjög vel og við höfum séð afraksturinn af því sem hefur svo aftur gríðarleg áhrif á ferðaþjónustuna og annað í kringum það. En einnig orðið til þess að hér komin vísir að mjög sterkum kvikmyndaiðnaði, þó það sé ekki stærsti kvikmyndaiðnaðurinn. Sjáum það bara með nýjustu mynd Baltasar Kormáks til dæmis. Þannig að allt sem að setur þetta í óvissu eða uppnám auðvitað grafalvarlegt. Gyðingar og Ísraelar séu mjög áhrifamiklir í kvikmyndaiðnaðinum í Hollywood og víðar í öðrum og stórum mikilvægum geirum í Bandaríkjunum. Þannig að hagsmunir liggja í Bandaríkjunum og víða í mörgum sterkum greinum sem að við höfum verið að leggja metnað okkar og alla krafta í að styrkja okkur í á undanförnum árum. Og þess vegna var grátlegt að sjá svona tillögu sem vanhugsuð að mínu mati og svona sett fram í hálfgerðum hálfkæringi. Mér finnst of sterkir hagsmunir þarna að vera undir. Ég get aðeins hvatt Reykjavíkurborg til þess að draga þessa tillögu tilbaka. Skaðinn hefur orðið að einhverju marki, en ef að þessi tillaga dregin tilbaka sem ég tel að sé eina rétta í stöðunni, það þýðir ekki að vera að tóna hana niður. Það bara til þess að flækja máli. Núna þurfum við að standa saman það að lágmarka þann skaða sem að þessu og það tel ég vera eina leiðin ef að Reykjavíkurborg dregur þetta tilbaka og leggur þetta á hilluna.